Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér Agnes Jónasdóttir, stjórnarkona í Sagnfræðingafélagi Íslands. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það já, þú ert nú hingað komin til þess að ræða við mig viðburð sem á döfinni, bara sagnfræði viðburð brautryðjendur í hópi kvenna, svona í gegnum söguna. Já, við erum sérst á morgun, annað kvöld í Þjóðarbókhlöðunni, klukkan 7:30, 19:30. Ætlum við að hittast og hlusta á 4 frábæra frumælendur, tala svona, já, brautryðjendur í gegnum söguna í svona frekar víðu samhengi og ætlum við förum ekki yfir megnið af 20. öldinni með þessum 4 konum. Það Rakel Adolfsdóttir sem fagstjóri á Kvennasögusafninu. Hún ætlar að koma og spjalla svona eða ræða við okkur kvennasögu og þetta starf sem starf sem þar á Kvennasögusafninu og já, og líka aðeins tala kvenna árið og eitthvað svoleiðis. Svo Sigríður Jónsdóttir sem sérfræðingur á Leikminjasafninu. Hún ætlar að koma og tala við okkur svona rannsókna tækifæri á sviði leikhússögu og hvernig svona skörun kvennasögunar og þeirra órannsökuðu efna sem eru til í leikhússögunni. Og svo verður Auður Eir séra með okkur og hún ætlar að segja okkur frá því hvernig var að vera fyrst kvenna til að vígast til prests, sem mjög spennandi. Og svo verður Kristín Svava Tómasdóttir, sagnfræðingur. Hún ætlar að tala Jóhönnu Knudsen, fyrstu lögreglukonuna á Íslandi og umdeilda konu. Og það nefnilega málið með kvennasöguna. Það er ekki bara hægt að fjalla þær sem okkur finnst flottar og sem, hvað maður segja, sem saga þeirra stends tímans tönn vel. Það eru líka að fjalla hinnar. Og það auðvitað nægu að taka. Það þetta mikla kvenna ár í ár og fyrir þau sem ekki vita, ertu til í að útskýra fyrir okkur svona, hvað felst í þessu? Ég verð að viðurkenna, ég ekki mjög mikið inn í því heldur, en þetta hópurinn sem stóð að kvenna- og kváraverkfallinu 2023. Þau samtök og einstaklingar sem voru skipulagsnefnd fyrir það hafa kallað eftir kvenna árið 2025, þar sem það eru lagðar fram kröfur að bara uppræta í rauninni þau vandamál sem enn eru óleyst í kynjajafnrétti á Íslandi. Og ef ég hef skilið það rétt sem ég hef séð, þá eru það að leggja aðalega áherslu á ofbeldi, úrvinnslu ofbeldismála og og launamun og stöðu kvenna á vinnumarkaði. Það svona allavega þeir 2 póstar sem ég sé mest fjallað hingað til hjá. Og þetta náttúrulega í tilefni af því að í ár 50 ár frá kvenna árinu 1975 og kvenna frídeginum sem hinum fræga þessum stóra fyrsta sem það nú reyndar söguleg staðreynd var átti mögulega að kalla kvenna verkfall, en það var svo lendingin að kalla það kvenna frí til að svona sætta mismunandi sjónarmið í innan hópsins. Akkurat, þetta kvenna verkfall þótti hægri konunum í skipulagshópnum vera of harkalegt og beint gegn stjórnvöldum, og meðan að hitt var meira svona diplómatíska leið. Meira svona sameininga og ekki beinlínis kannski hefði þeim fundist líka að tengdist vinnumarkaðinum þó of beint og væri þá dregið úr áhrifunum sem að frídagur heimavinnandi myndi hafa. Ég svo sem ekki alveg með þessa sögu á
Þannig á hreinu. Já, en hérna, sko, kvennasagan er auðvitað, hún er auðvitað bara alls konar, eins og þú segir, það eru auðvitað ekkert allar konur sem að voru svona í sögulegum skilningi alltaf réttu megin við það sem að okkur þykir svona, já, hvað við segja, bara ásættanlegt í dag. Er mikið tilefni til þess að lyfta þessum brautaröðundum í hópi kvenna eitthvað sérstaklega? Ég meina, einhverju myndi segja að jú, nú hefur feminismin gengið of langt. Eitthvað svoleiðis. Erum við ekki bara nokkuð vel upplýst um þessar konur? Sko, það má alveg deila það og það má líka alveg setja spurningamerki við þetta að setja einhver svona brautryðjendur einstaklinga fram frekar heldur en að segja víðari söguhópa og kannski undirskipaðara hópa frekar heldur en einhverjum svona stóra kvenna. Ég veit að Rakel ætlar að koma aðeins inn á þessar spurningar einmitt á morgun. En það sko satt best að segja, þá er það nú bara þemað ákvað sig svolítið sjálft fyrir hennar viðburða því að hann var innblásin af því að það rifjaðist upp fyrir stjórnarfólki í Sagnfræðingafélaginu núna í fyrr á starfsárinu, fyrir áramót, að það væri 50 ár liðin síðan Auður var við prest sem er 2024, þannig hún er við 74 og það er bara svo merkilegt að hafa ennþá aðgang að svona brautryðjenda, að hún sé ennþá bara á lífi og full fríska því að þetta er embætti sem að ég meina konur fá sem sagt brautagengi þeirra eiga að hafa aðgang að embættum frá sko, ég held að segja í sömu lögum og aðgangi að háskólanum. En það er ekki fyrir 1974 sem að samfélagið er einhvern veginn tilbúið í prest sem er ekki kall. Er það sem að ég ger mér í hugulend og ég laka mjög mikið til að heyra Auður segja okkur frá þessu á morgun af því að ég kannski er það eitthvað annað. Já, nú erum við 2 biskupa svona í röð, biskupa. Ég verið reyndar, það sem að stakk mig svo litið núna við, þegar við tók nýr biskup sem að er nú frjálslynd kona og við tala fyrir jaðarsettum hópum. Og hún er svona svolítið ferskur andblær inn í þjóðkirkjuna og það sem kom mér mikið óvart var að ég sá svona svolítið á mínum samskiptamiðlum að þetta karlar sem eru svona trúræknir ef að svo mætti kalla þeir voru allt í einu orðnir rosalega mótfallnir því að hafa hvern biskup að því að hún þótti svo frjálslynd og þetta stangaðist nú á við eitthvað í þeirra biblíu. Hún er sæt. Hún er sæt og svona heillandi. Það er eiginlega fyrsta sem þetta eftir í hug. Já. Eða þú veist, hún er öðruvísi. Hún og Agnes er ekki sömu svona útlitstýpurnar. Það er eitthvað sem þetta eftir í hug. Eða kannski er samfélaginu bara að fara aftur. Já. Það er það sem ég hugsaði með mér sko, bakslagið er víða. Já, hvort að þetta væri eitt af þessum bakslögum að við værum einfallega vegna þess að sumar konur þykja greinilega henta en aðrar ekki. Já, ég svo sem er ekki meðlumur í þjóðkirkjunni þannig ég þekki ekki mjög mikið svona munin á þeirra svona hvað maður segja, guðfræði eða svo leis, sko, þannig að ég er svona, kannski ekki alveg... Er ekki allt saman bókin? Sko, fólk vil meina og vil ekki meina að, ég meina, svo er það líka mjög áhugavert náttúrulega eins og svo ég snúi svo aftur á sögunni, að Auður er náttúrulega, sko, forkólfur í kvennakirkjunni, sem er svolítið öðruvísi snúningur á þó hún sé samt þú veist, hún er innan þjóðkirkjunnar en þetta er svolítið svona öðruvísi það er eins og þær tóku allt þetta bræður og guð í kallkynni og allt það og sneru því á haus og kvennkynni alltaf einmitt, guð og tala hana guð og systur og systkynni frekar heldur en
eitthvað svona, svona orðalagsbreytingar og ég var nefnilega var í fyrra sem var í brúðkaupi sem var svona kvennakirkjulegt sem Auður var presturinn í og það var svolítið svona, það kom mér á óvart hvað þetta var svona svolítið svona hrest og skemmtilegt með það sem maður Já, það var þetta var svona stelpulegra mjög vel Jafnréttissinnaðara, það er betra orð og svo kannski við snúum aftur að þessum viðburði þú mittist á kvennasögusafnið það er nú ekki allir sem vita af kvennasögusafninu Nei, kvennasögusafnið er nefnilega svona sér eining innan Landsbókasafnsins á heima í þessu stóra húsi á Melunum, Þjóðarbókhlöðinni og það var einmitt líka stofnað á þessu marka ári 1975 af Önnu Sigurðardóttur og heima hjá henni á Hjarðarhaga og það var einhver hópur af konum með henni í þessu en hún hefur verið svona andlit safnsins eða upphafsins svolítið og þær það var í rauninni bara konur sem voru innblásnar af þessum tímum sem áttu þess að því að það þyrfti að safna og varðveita sérstaklega skjölum kvenna og það á við einstaklinga og samtök kvenna og eru til svona frekar merkilega myndir sem að Vigdís Finnbogadóttir eru að afhenda gögn framboðsins held ég alveg örugglega að sé og þetta safn byrjar hérna heima hjá Önnu og er þar til 1994 eða 5 þegar Þjóðarbókhlaðan er tilbúin og opnar það er gert ráð fyrir kvennasögusafninu innan Þjóðarbókhlaðina strax frá upphafi hússins en og þar starfar ein kona við það að varðveita og safna og skrá og miðla sögu íslenskra kvenna. Já, sem er stórmerkilegt. Ég rakst einmitt á vinnu þessa safns fyrir nokkrum árum síðan, áratug. Þegar við upp af druslugöngunar, þá allt í einu þú veist, vorum við alltaf inni með rosalega mikið af einhverjum svona gögnum sem við hugsaum hvað við að gera við þetta. Við verðum að varðveita þetta, treystum okkur einhvern veginn ekki beint í það sjálfar. Við vorum bara einhvern veginn svona blötur að bóka eyrun og hræddar að þetta myndi einhvern veginn glatast og það var eitthvað sem að benda okkur á kvennasögusafnið og sem er alveg bara stórmerkilegt. En hvað svona í sögunni hafa konur einhvern veginn, ég meina við vitum það svo sem alveg en svona merkisatburðir í sögu kvenna og merkilegar konur við þekkjum þær kannski ekkert endilega og svona fyrir hvað þær stóðu og hvað þær gerðu. Er þetta eitthvað sem verður farið yfir á morgun? Einhverjar hetjur sem við hreinlega vissum ekki að við ættum? Það getur verið en það er kannski líka eins fyrir að fara í þetta þú veist, sagnfræðingar náttúrulega vilja alltaf nútímans vilja kannski svolítið setja spurningamerki við svona hetjusögur og svoleiðis en þetta er samt einhvern veginn ennþá þarft þú veist, það er ekki mörg ár síðan að það voru gerð rannsóknir sem var bara verið að telja nöfn kvenna í sögubókum fyrir grunnskóla og þær voru rosalega fáar og þetta er svona þessi hugmyndum að þekkja sögu sína til að vita að maður geti gert eitthvað eða breytt einhverju þú veist, og einstaklingurinn hafi eitthvað svona eitthvað vald yfir lífi sínu í rauninni og líka bara að sjá hvernig hlutinir hafa breyst og hvernig þeir hafa ekki breyst þú veist, ég var að lesa svona smótutur, ég var að lesa Börn í Reykjavík eftir Guðjón Friðriksson núna á dögunum og það er saga Reykjavíkur er bara saga sprungin af skólabygginga og vanemda í leikskólamálum það er bara þetta er bara sama og við erum, þú veist, smábarnaforeldrar til í dag þannig að það er alveg, þú veist, ég held að okkur sé rosalega hollt að vita hvernig hlutinir hafa verið og þú veist
En líka að sé til fólk sem hefur breytt alls konar. Já. Og ég meina, þetta er ekkert nákvæmlega eins, en það er svona hvern stef, en já. Áttu þér uppáhalds svona konu í eitthvað brautriðenda í Íslandssögunni? Ég er nefnilega eina af þessum sem hefur meira verið að skoða hópa og jaðarsetta. Ég er sem sagt sjálfsakræðingur sem hef aðalega skoðað ástandið. Já. Þannig að, ég veit ekki, mínir brautriðendur eru kannski bara ástandsstelpur sem láta ekki vaða yfir sig. Ótrúlega hópur. Já. En já, eða svona í já, það er nein, já, erfitt að setja svona fiktar á eitthvað eina, þú veist. Kannski ekki svona fyrirmyndar brautriðandi, en ég náttúrulega, maður getur ekki rannsakað ástandið án þess að fá Jóhannu Knudsen sjálfa á heilan, sko. Og bréfin hennar og svona. Já, og eða skögnin sem að strangt til tekið hefði stór hluti af því náttúrulega átti að vera hluti af skjalasafni lögreglunar, en hún bara fór með þetta heim þannig hún hætti. Já. Við skulum ekki gera það, við skulum frekar skila hlutum inn á Kvennasögusafn. Eða á það skjalasafn sem að störf okkar tilheyra. En já, það er svona, veit það ekki. Þeir eru svona undir pressu, þá dettur mann enginn í hug. Nei, en kannski þekkir maður ekki allar nógu vel. Kannski hefur ekki verið eitt nógu miklum tíma í einhvern veginn. Já, svona þessi störf kvenna, það eru mitt oft skáldkonur og rithöfundar sem hafa svona fallið undir svona ratarinn einhvern veginn vegna þess að þær voru konur eða máttu eða töldu sér ekki geta komið fram undir nafni. Já, einmitt. Það er svona þekkt, já, þannig að þetta... Þannig að við þekkjum þessar fáu sem að gáfu út undir sínu nafni náttúrulega freka vel. Já. Og þessar sem, já, sem einhvern veginn skáru sér út tíma og pláss til að gefa út. Einmitt. Og hvað heldurðu bara svona, hvað heldurðu að það sé sem að hafi einhvern veginn svona bara svona í þeim konum sem að svona skáru sig fram úr og einhvern veginn voru óhræddar á þeim tíma að koma fram undir nafni og kannski, og þá á ég við bara ekki bara rithöfunda, ég og líka við presta og bara konur gegnum söguna. Er eitthvað svona sem þær eiga sammert? Svona hvers vegna voru þær svona óhræddar þegar svona kynsystur þær voru það ekki? Sko, ég er ekkert alltaf vissum að þær hafi verið óhræddar. Nei. Ég held að sumur hefur bara verið skítrættur og gert það samt. Og ég hugsa ætla að sé ekki bara eitthvað lífið raðast þannig upp að það verður eitthvað tækifæri. Það er nú náttúrulega nýbúnir að vera í sýningu þættirnir Vigdísi sem ég er svo sem ekki alveg kröfið í þaula hversu vel eru hversu sakfræðilega réttir þeir eru, því að við vitum náttúrulega að þeir gefa sér hann á hvað skaldaleyfi. En ég hugsa að sé oft bara að það er eitthvað. Mamma Vigdísar var baráttu kona eða þú veist, hún hefði alltaf verið í hjúkrunarfélaginu, þannig að hún var innan það að mamma væri að skrifa greinar og hafa skoðanir og það komið alltaf kannski einmitt, þetta séu við fyrirmyndirnar sem kannski... Já, kannski fyrirmyndirnar og einhvern veginn bara aðstæðurnar, þú veist. Þú bara, einhvern veginn, ert sett fyrir framan eitthvað óréttlæti eða eitthvað tækifæri og þú bara grípur það eða ekki. Ég hugsa að sé voða erfitt að finna eitthvað svona þráð að allar konur sem eru brautryðjendur hafa eitthvað sameiginlegt, sko. Það séu ekki með eitthvað eitt gen. Nei, ég hugsa ekki. Það eru bara... Svo náttúrulega eins og Jóhanna Knudsen, ég hugsa að það, þú veist, það er hennar styrkur að hún er með sömu skoðanir og kallar í valdastöðum. Hún hendar kannski át af því, þó reynda vissulega vitum við að hún hafði áhuga á starfinu áður en að því að það hefði verið í umræðinni að stofna kvennalögreglu alveg frá því á millistríðsárunum og hún sennilega hafði haft sýnt áhuga á starfinu áður, sko. En
Já, svo einu svona tók ég háskólanámskeið svona konur í valdastöðum og þar var niðurstaðan að þyrfti að vera svona temmilega íhaldsamar til að komast að. Þá voru við að skoða svona forseta og forsetisráðherra, ekki kannski beint forseta eins og Vigdísi heldur meira eins og þeir eru í Bandaríkjunum og svona það sem hafa völd, svona beinari pólitísk völd. Þeir eru ekki að hrista neitt of mikið upp í hlutunum. Nei, og þá voru við að skoða konur eins og Thatcher og svona. Já, sem eru einmitt oft bara íhaldsamari heldur kallarnir. Já, allavega hrista ekki of mikið upp í. Akkurat. Það er ekki kvenkins og með svaka róttakaskoðanir. Það er oft svolítið mikið. Svona fyrir þess að fyrst til að taka við eitthvað svona stöðu. Þá ég myndur kannski ekki segja að það ætti við beinlínis Vigdísi eða Jóhönnu Sigurðardóttur sem er náttúrulega okkar fyrsta. Það einmitt kemur svolítið í svona kjölfarið af einmitt svona ákveðinni þreytu á íhaldinu kannski sem að við þurfum einhvern veginn að opna hugan fyrir fleiri og kannski mýgri skoðanum. Já, og Vigdís kemur náttúrulega kjölfarið á þessum, hvernig áratug eða hvernig, ég held að hafi alveg örugglega verið Sameinuðu þjóðirnar lýsti yfir eitthvað svona hvernig áratug eða hvernig ári þarna. Já, og bara rauðsokkurnar og þetta var svona samofið allt. Samofið allt á milli 70-80. Já, en svo manni verður líka stundum hugsa til ljóðsins þegar það er búið að leysa all heimsins vandamál, þá mæti konuna þrífa og hleypa út vindlareiknum. Akkurat. En stundum eru konur bara einhvern veginn á réttum stað á réttum tíma þegar fólk er komið með ógeð á öðru, sko. Akkurat. En ég veit það ekki. Þetta er mjög áhugavert samtal. Einmitt þetta, og maður finnur þetta mjög áhugavert samtal svona við nútíman sem að einhvern veginn, það er ákveðin svona að hægri sveifla í heiminum og íhalds með því einhvern veginn. Þetta er auðvitað gerst í gegnum tímas rás einhvern veginn að það svona sveiflast, það kemur eitthvað ákveð frjálslyndi og íhaldið á móti og við erum einhvern veginn, pendúllinn er alltaf á fleygiferð og við verðumst einhvern veginn aldrei ná einhvern veginn miðjunni. En svona margir myndu segja þetta að halda upp á kvenna ár og að þetta væri nú ekki tímabært í þessu mikla feminista samfélagi. Hér erum við með Valkyrju stjórnina og hvað er það kallað kryddpíurnar í borginni sem er auðvitað annar tendens að einhvern veginn að eigna konum, kalla konur alltaf eitthvað svona heitt, svona sniðut pop nafn. Já, náttúrulega, þetta er þekkt í pólitísku sögunni að gefa svona stjórnum og eitthvað gælunafn en það er svona veldi fyrir mér hvort það sé jafn algengt að gefa kallastjórnum gælunafn áður en þær eru búin að gera eitthvað eða klúður eitthvað. Bara svona því að þetta eru akkurat gaurarnir, sumabústaðastjórnin. Einmitt, já. Ég hef allavega aldrei heyrt Backstreet Boys stjórnina eða nei, ég reyndar eða He-Men eða eitthvað svona. Nei, það fauk alveg smá í mig þegar ég sá þetta fyrst í fyrirsögn en svo mildast ég aðeins í afstöðum til kryddpíana þegar ég sá að þetta hafði nú verið svona slengt fram í frekar hæðnum tón af einni af þeim. Já, einmitt. Sem er fyrir VFG, alveg stólegur með hvað hún heitir núna. Já, mér líka, vandrarlegt. Já, ég meina við þurfum ekki að vita hvað konur heita. Nei, einmitt. Við erum hluti af vandamálinu. Já. Já, einhver svona, og það var víst bakað eitthvað kryddbrauð og þær eru 5. Já, það var auðvitað kryddbrauðið. Já. Einmitt, hjá Heiðubjörgu. Já, Heiðubjörg. Já, hún er samfélkingur, já. Og Líf Magníðardóttir. Held ég að þetta var þetta við þessu fyndna viðtali sem var tekið við hann og Sönnu þegar þær voru eiginlega bara aðreina hlaup í strætó. Já.
Bara hvað að leifa konunum að ná strætó. Já, já, bara vitið þið ekki hvernig strætókerfið er stópult oft sér. Það þarf að bíða mjög lengi í rigningunni. Hérna, já, svo bara svona rétt að lokum, viðburðurinn hefst hvenær á morgun? Heyrðu, þetta er klukkan 7:30, 19:30 í Þjóðarbókhlöðunni í fyrirlestrasalnum Lóni. Og það er bara allir, það megi allir koma, bara svo lengi sem húsrúm leyfir. Svo lengi sem húsrúm leyfir og bara viljum gjarnan sjá sem flest. Frábært, þakka kærlega fyrir þetta. Agnes Jónsdóttir, sagnfræðingur, gott að fá þig og gangi ykkur vel á morgun. Takk kærlega fyrir, takk fyrir að fá okkur. Já, tók ég við, það er meira hér handan við hlé. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.